Já, það svona kreppa í leikskólamálum. Við höfum fylgst með því í fréttum að það eru foreldrar sem eru niður í Ráðhúsi sem að mæta með börnin sín þar og að innheimta loforð meirihlutans í borginni sem hafi lofað því að vera búin að búa til pláss fyrir öll 12 mánaða börn núna í haust og foreldrar mæta með börnin og svo kemur náttúrulega í ljós að það ekki til pláss og einhver pláss eru í smíðum og einhver pláss eru áformum og svo höfum maður fylgst með í umræðinni, kannski meira svona í aðsettu greinum og svona, leikskólakennarar koma fram og segja kannski bara leikskólinn ekki til í þetta, það ekki alveg ljóst sko hvers konar leikskóla sem fyrir 12 mánaða börn. Það líka bent á það sé mannekla, það sé erfitt að manna þetta, kannski ekki til fólk til þess að gera þetta, það bent á það kannski ættum við frekar að framlengja fæðingarorlofið og hafa það líkt sem er á Norðurlöndunum, það sem er lengra fæðingarorlof, næstu helmingi lengra held í Svíþjóð, að það sé kannski sem við ættum að vera að ræða við og þetta vekur upp alls svona spurningar og þess vegna fæ ég hérna Svavarsson, þrautreyndan leikskólamann. Já. Við erum í svolítið svona sem samfélag, erum við svolítið vandað með þetta mál? Já. Og hvað, af hverju það? Búin að vera lengi í vanda með það. Já. Og þið voru nú að ræða fjárlögin áðan. Já. Það sem var ekki fréttum þau var að það var ekkert leikskólamál í fjárlögum. Fyrsta löggjöfin leikskóla, dagheimili og leikskóla, hún sett 1973 og hét þá bara nákvæmlega sko lögum þátttöku ríkisins í byggingu og rekstri dagvistarheimila. En ekki búið að varpa sig yfir á sveitarfélagi núna? Hvernig þá? Bara með því að segja í löggjöfinni að þau að hlutast til að útvega foreldrum leikskólapláss, eitt annað. Þau bera ábyrgð á að ef að reksturinn fer fram í sveitarfélaginu, þá síðan sómasamlegur og samkvæmt lögum og reglum og eitthvað svoleiðis, en það ekkert búið að varpa þessu. Sveitarfélagin hafa tekið þetta verkefni í fangið út af kröfu samfélagsins og gert í raun og veru alveg kraftaverk miðað við það að við fá ekkert fjármagn til að gera þetta. Af því að ríki tímir þessu ekki einhverja hluta vegna. Þegar að sveitarfélagin tóku grunnskólana, þá gerðu samningur og ríki setur ákveðna peninga í það. Sveitarfélagin tóku að sér málefnum fatlaðra. Það alveg samansagan, það voru gerðu samningur og auðvitað sveitarfélagin semja svo sem alltaf af sér, fá alltaf svolítið og lítið. Ég fjármálastjóra í sveitarfélagi fyrir nokkrum árum sem sagði að mesta áhættan í rekstri sveitarfélaga eru samninga við ríkið. Ég var einu svona í S.O.A. og mín reynsla eftir það segir að þú ert aldrei að gera samning við ríkið. Aldrei. Því það er bara, þú færð aldrei það sem að það kostar. Og það er bara, og þú endar líka á því, það er svo hættan á því. Ég held að sé líka í leikskólanum og það töluðu við hérna hjúkrunarfræðing sem vann á bráðadeildinni. Hún var að tala um það að niðurskurðurinn og vanfjármögnunin, að þú lendir í því gagnvart sko sjúklingnum eða nemandanum eða eitthvað slíku að raunverulega framkvæma niðurskurð ríkisins. Ég var líka einu sinni í S.A.A. og vann þar í mörg ár og ég lærði að vera leikskólakennari fyrir sko áratugum í fósturskólanum og svo fór ég í smá útgáfu og fór svo að vinna hjá S.A.A. í tæp 10 ár og þegar ég kem tilbaka aftur inn í leikskólan 25 árum eftir að ég yfirgaf hann þá hafði bara ekkert breyst. Það var ennþá jafn erfitt að ráða fólk. Það voru auglýsingar í loftinu auglýst eftir fólki og það voru engir að sækja og ástandið hafði í raun og veru bara versnað vegna þess að álagið í skólunum hafði aukist. Af hverju? Það af því að það er markvisst út af því að sveitarfélögin hafi ekki fjármagnið, búið að með alls konar reglugerðarbreytingum og lagabreytingum. Lögin sem hétu einu sinni sko lög þátttöku ríkisins í byggingu og rekstri fóru svo að heita lög þátttöku ríkisins í rekstri og ekki byggingu og svo drógu þessi alveg út nokkra mánuði seinna. Nú heitir þetta bara lög leikskóla og sveitarfélögin er alltaf að leita einhverja lausna og
það eru reglugerðar breytingar sem að fela það í sér að við þá breytingu við förum úr 7,2 fermetrum sem hvert barn á að hafa í heildarrými í leikskólanum niður í 6, eitthvað og eftir þessa breytingu ég búin að vera að rannsaka þetta í 3 ár. Ég var svona, sko þegar ég kom tilbaka fór að vinna í leikskólanum og það fannst mér vanta kallmenn því að maður svo skrítið að þeir var ekki komnir hérna og við fórum einhverjir, ég og Halli og einhverjir að agitera fyrir því. Svo komst ég að það vantar ekki bara kallmenn, það vantar bara starfsfólk í leikskólana og af hverju vantar... Það ekki bara pening? Af hverju vantar, það er alltaf sagt, sko, launin og auðvitað, sko, launin hjá ófaglæru leikskólafólki eru lág, en þau eru líka lág í verslun og ýmsri annarri þjónustu, sko. En laun leikskólakennara eru bara á pari við laun grunnskólakennara og framhaldsskólakennara og af hverju er það svona miklu erfiðar að fá fólk til að gerast leikskólakennara. Það er svo gríðarlegt álag þarna inni. Þessi ár sem ég hef verið að stjórna leikskóla núna, ég hef ekki tölu á þeim starfsmönnum sem hafa komið til mín bara í lok dags, bara hálf kjökrandi, búnir á því út af áreitinu. Það er svo látlaust áreiti út af barnafjöldunum sem er komin á svæðið. Og þetta sko, þegar þú hefur ekki nógpláss, þá ferðu að rekast á annan og við erum með meiri sérkennslu hérna heldur en víða annars staðar. Það eru fleiri börn í leikskóla á Íslandi heldur en víða annars staðar. Samt er verið að kvarta og ég skilu þetta sko foreldrana sem fara reiðir að því að búið að lofa þeim einhverju. En sumir sem lofur voru svo, það var svo augljóst að þið ekki hægt að standa við þau, þó að kannski foreldrar hafa ekki áttað sig á því. Og þegar einhver sveitarstjóri segir, sko, við ætlum að taka inn öll 12 mánaða börn inn í leikskóla í hausti í okkar sveitarfélagi, þá kannski reikna foreldrar með því að, þú veist, þegar barnið mitt verður 12 mánaða, það kemst það inn, því að það átt að gera það frá með þessu hausti. En barnið sem er mánuði yngra, það kemst ekki inn í haust og hvenær kemst það inn? Það kemst inn eftir ár og þá er það árið, sko, 2 ára. Hvað er foreldrarnir að gera? Ég meina, þau hafa fæðingarólof og það er runnið út og þau verða að komast í vinnu því að þau þurfa að vera 2 að vinna fyrir heimilinu. Því að það er húsnæðiskostnaður og þau skulda námslán og verðlagið hækkar og það er bara vandamál á heimilinu. Hvað er þau að gera? Sko, það eru Bjarni og Katrín sem hefur að leysa það. Það á að setja fjármagn á tíma þessu. Við erum þjóð sem höfum efni á að gefa fiskinn okkar í sjónum. Við erum ekki með her. Þessi kerfi eiga bara að fungera og foreldrarnir er ekkert endilega að leysa þetta. Þau eru alveg sem stöðu. Ég heyrði í konu sem er búin að vera svolítið í fjölmiðlum, hún segist vera í 4. sinn í þessari baráttu. Alltaf þegar maður er með lítið barn, og þegar ég fæ ótal símtöl í hverju viku, það sem er verið að bara, er nokkuð laust pláss hjá þér og hvað þú að gera og maður auðvitað finnur til með fólki. En maður getur ekkert bjarga fólki, maður getur sagt prófað að senda bréf á bæjarstjórann og segja í hvaða stöðu þú ert. En þetta er líka svona, þú veist, þegar móðir mín er öldruð, þú veist, þá var ég í stuttan tíma í þessum hagsmunahóp barna sem að þurfa að koma foreldrinu hjúkrunarheimili. Svo á endanum sem er mikið álag og kemur öllum ávart sem lenda í, held ég. Einmitt. Og svo þegar það er búið, það er ekki til neins samtök fólk sem best fyrir hjúkrunarrýmum fyrir foreldra sína, því að svo endanum kemst mammaðinn inn og þá ert þú laus allra mála. Og þetta er svolítið eins með foreldrinu, það er engin skipulaður svona þrýstihópur. En staðan í leikskólanum er auðvitað bara orðin þannig að það er við erum með sáttmála sem að Ísland hefur samþykkt, sáttmála Sameinuðu þjóðanna barnasáttmála svo kallaða, og það segir að alltaf þegar ákvarðanir teknar þá á að hafa hagsmuni barna í forgrunni og það hefur kannski ekki verið gert út af þessu mikla ákalli fleiri leikskólapláss og þetta er bara, maður skilur alveg þá kröfu
fjármagns... Sérstaklega þegar búið að lofa því, sko. Sérstaklega þegar búið að lofa því. En ef þeir hefðu ekki lofað því, þá hefðu einhverjir aðrir lofað því og fengið umboðið og svikið það. Þessar sveitarstjórnarkosningar snerist svolítið leikskólamál. Það var bara þannig og þú átt að skaffa það og endan að segja Skúli, já ég ætla að skaffa það, ég með nýja áætlun og svo koma menn einhvern veginn svona og segja draga einhverja 15 ára ástæður að nám leikskólakennara hafi verið lengt, grunnskólakennaranámi leyfisbréfin, að kennarinn hefur flúið leikskólan upp í grunnskólan þar sem er þó betri minna álag. Já. Og það segir eitthvað. Það segir að þú veist, þeir eru að flýja álagið og ég hef stundum sagt það er það mikið álag orðið í leikskólanum, fullorðna fólki getur forðað sér og það gerir það. En börnin geta ekkert forðað sér. Þau eru þarna ennþá. Ein af þessum breytingum sem að menn gerðu til þess að fjölga inn í leikskólanum var að þeir upphafa skýrt tekið fram í lögunum að rýmið sem að börnum útluta út á átt að mæla vegg svo allt í einu sögðu menn nei, við ætlum ekki að hafa þetta netto, við ætlum að hafa þetta brúttó og breyttu því í reglugerða lögum jaft og þétt er verið veggurinn var orðin að hluta rými barnsins. Já, hann hefur verið með börn í veggjónum Þannig það hefur verið að þrengja þjónustu barnanna, það er ekki verið að reyna að búa til eitthvað plan hvernig við getum haft góðan leikskóla, heldur er svona að vera að reyna að skaffa fleiri pláss af því að krafan er háir. Þess að þau verið að mæta foreldur sem mætir þetta hópi. Konan sem mætur og segir, ég á rétt á þessu plássi, við erum að reyna friða hana og hún segir það sjálf líka mér eru örugglega búið pláss af því að ég á mig læti. Svo ég veit ekki hvort það er sanngjarnt en Ég hef talað við lækna og hjúkrunarfræðinga heilbrigðiskerfið og mér finnst þau verið að tala að sé svona verða vakning meðal heilbrigðisstéttanna að þau verið að koma og taka meiri þátt hvernig kerfið er mótað og þegar maður tala við þá komum við oft með eitthvað svona hugmyndir sem maður heyrir ekkert mikið í gangi að það verið mistök að hafa sameina borgarspítalann í Landsspítalann, það er bara betra að hafa 2 spítala og svona eins og sé að fara að búa til eitthvað kerfi sem að geti staðist í framtíðar. Og þá veltum maður fyrir þessu umræðan sem heilbrigðiskerfið er ekki það á þessu, það er bara heila, þú veist hvernig þetta bjarga manninu sem liggur út á gangi á bráðadeildinni. Mættu leikskólakennarar stíga fram og reyna að taka eitthvað svona forystu í því að móta stefnuna sem á að koma? Ég held að þeir séu svolítið að því núna, svolítið að spyrna með fótum eins og vitnaðir í. Það verið að skrifa svolítið greinar og auðvitað þessi kona, ég heyrði inn í einhverjum morgunþætti helgina, hún sagði að andstaðan við sína baráttu hefði komið úr mjög skrítin átt. Hún kallaði okkur skrítin hóp, leikskólakennara. Af því að okkur finnst ekki lengur að sé hægt að bjóða börnum upp á þetta. Ég var í fræðsluráði í Hafnarfirði fyrir nokkrum árum og þá var ég mikið að tala þetta rými sem börnin hefðu og það var svolítið svona svo suð þegar ég byrjaði svona hvalahljóður undir djúpunum eitthvað svona það hörður og byrjaður en svo dróði ég þetta upp þú ert að taka barnið þitt 2 ára gamalt setja það í pláss sem er minna en hjónarúm setja grænar í botn og hafa barnið í þessu rými í 8-9 klukkutíma og Rósa sem var formaður fræðslur sagði nei, hörðu, nú er þetta íkja en svo fór hún að skoða þetta og þau juku aðeins rýmið í Hafnarfirði, örlítið það er svona það er 3 blaði meira á barn í Hafnarfirði heldur en í hinum sveitarfélögunum. En þessar ábendingar ykkar að þær heyra svona aðalega í aðsendu greinum og svona, en í svona fréttaumhverfinu þar sem að stjórnmálafólkið er að tjá sig, þar er allt bara krafan að það verður að redda þessu bara núna, það verður að fjölga börnum, svo einhvers stað sá ég fór að velta þið fyrir mér, ég heyrði eitthvað til að þetta vera hvað var mörg börn þetta átti að vera 100 börn á okkur nýju leikskóla og ég fór að spyrja
þegar börnin okkar voru á Laugarsborg, hvað voru mörg börn þar eiginlega, sko, þá var þetta kannski eins og bara tvöföld Laugarsborg sem stór leikskóli. Þannig að sko plönin verða alltaf sko svona stórkallarlegri sko, eftir því sem að vandin meiri og kröfunar eru hærri. En svo erum við ekki sko, ok, ef við byggjum fullt á húsum og þau eru meira að segja sko rúmgóð, þá höfum við samt ekki innviðina sem þetta sko fólk sem á að stýra þessu og stjórna þessu og þetta skóli, við erum að mennta börn. Einhver, ein vinkona minn sem hlustaði á Kastljós þátt fyrir skömmu sagðist hafa hlustað á forréttinda feminist að vera ósk eftir gamaldags vinnukonu til að passa barnið sitt. Ég heyrði ekki þetta viðtal og nefndi ekki að hlusta á það en mér finnst þetta mjög lýsandi. Það eru þetta láglaunafólk sem að ber samfélagið á bakinu og það er að vinna í leikskólanum. Það eru lög það að 2/3 af starfsmönnum leikskólana eiga að vera kennarar. Það er langt frá því. Það er 28% heilt yfir, það er 19% í einkareknum skólanum heilt yfir. Það eru einstaka skólar, svo eru skólar fyrir norðan, því það fóru margir í Háskólanum á Akureyri og þeir eru næstum bara fullmannaðir af leikskólakennurum. Það heyrist ekki múkkum þessi mál þaðan heldur. En sko hugsaum okkur ef við hefðum nóg pláss, nóg mörg hús og allt þetta, þá höfum við samt ekki þessi innviði sem starfsfólkið. Og þetta alltaf sko ef þú kaupir þér íbúð og gamla íbúð og það þarf að mála hana og það eru bara til 10 lítrar af málingu í landinu og þú byrjar að mála sko og búið með 2 vikur í stofinu og sér að þetta mun ekki duga og þynnir hana með vatni og klárar stofinu og þá eru hinn herbergin eftir og setur meira vatn úti og endanum ertu komið með eitthvað gull það sem að skíturinn sést í gegn. Svona upplifir þú að þetta sé? Af því að þú varst að tala pítsur á þann, þú tekur degið og átt svona mikið að degi sko og allar að bjóða 40 manns og bara ég fleta bara nógu þund sko. Það var einhver maður sem dugði að vera með 5 brauð og 2 fiska. Já, hann gerði kraftaverk. Já, hann gerði kraftaverk. Hann ekki... Það ekki að fara að gerast núna. Hann ekki bæjarstjórn. Herðu, þetta væri gott lokaði. Það breyts með lokað að spyrja. Af því að segjum að við værum með húsin, segjum að við værum með starfsfólkið og segjum að við værum með nóg rýmanda börnum. Er leikskólinn svona tilbúin undir það, hvernig er leikskóli fyrir 12 mánaða börn? Er komin svona reynsla og þróun á það fyrirbrigði í samfélaginu? Sko, mennur bara eitthvað svona... Hvernig menntar 12 mánaða gamalt barn í leikskóla? Maður þarf að geta gefið sig að því. Barnið á sko, það á miklu mótunarskeiði þannig og sko, tengsla þroskiðis, þetta er mikilvæg tími fyrir tengsla þroskan sko og við höfum báðir velt fyrir okkur ættleiðingum og börnum sem búa á þeim heimilum. Þeim sinnt í svona klukkutíma á dag munaðarlausum börnum út í heimi og þau þjást mörg af tengslaröskum. Það eru bara að glíma við alla ævina. Svona einhverju lík einkenni. Sæunn Kjartansdóttir er oft sko stærsta verkefni þessara barna út ævina að glíma við þetta. Afleiðingar af þessu. En Sæunn Kjartansdóttir er miklu betri til í að tala þetta heldur en ég. Ég veit bara að það þarf þetta bara að vanda sig við þetta og það þarf að geta gefið sig aðbörnum og gefið tíma og sko þegar dóttir mín fór í fyrsta bekk í grunnskóla þá mætti hún klukkan 8 á morgnana og við sóttum hana klukkan 1 í skólan. Ég held ekki að 12 mánaða börn þurfa á því að halda að vera fjarri fjölskyldur sinni í 8,5. Þannig við ættum kannski líka að vera að tala eitthvað svona tímabil sem verið sveigjanlegri vinna á þessu tímabili. Þetta já og alls konar hluti. Já, alls konar hluti. Bara hvernig samfélagi ætlum við að búa frekar heldur að vera að tala hvort það sé grafan sé búin að grafa og einmitt. Hvort það sé búið að setja leiktæki á þessa lóð. Það er bara svona teknilega lausnir sem er svo auðvelt að fara í. Auðvitað ætti að einhverjir foreldrar vilja lengra fæðingarólof og af hverju ætti það ekki að vera hægt. Þetta er rosalega dýr kostur líka. Ég heldur satt með 4 börn á starfsmann í bara inn á deildinni sko, með 12 mánaða börn
og hérna... Hvað það þegar börnin voru 5 ára? 5 ára? Já, hvað það? Það voru 10. 10 starfsmann? Já. Ég með 120... Þannig að þetta risa verkefni að byggja þetta upp? Þetta risa verkefni. Sem að við erum bara engan hátt undirbúin. Og við erum ekki að gera vel. Það aðalega þetta. Veist, ég er búin að vera að rannsaka þetta í hérna 3 ár. Ég fór og mældi 38 leikskóladeildir á höfuðborgarsvæðinu. Leikrými, hvað heldur að börn hafi marga fermetra yfir höfuð, ég veit ekki hvað íbúðin þínu stóð, meðal íbúð samkvæmt opinberum tölum eru 120 fermetrar. Ef þessi íbúð væri leikskóli, þá voru 17 börn inn í henni. Í íbúðinni? Já, inn í 8,5 dag. 8,5 tíma? 8,5 tíma. Og helmingurinn í íbúðinni var svo tekið inn undir eldhús og eitthvað þjónusturými, þannig að þau væru bara svona í stofunni og svefnherberginu í 8,5 tíma. Sveitarfélögin segjast miða við flest að börnin hafa 3,5 fermetra í leikrými. Kennarasambandið gerði viðamikla könnun í fyrra meðal leikskólakennara, meðal leikskólastjóra og meðal fræðslustjóra á skólaskrifstofum og sagði hvað finnst þér eðlilegt að barn hafi í leikrými inn á leikskóladeildinni sinni. Og niðurstöður þeirra voru næstum samhljóða 5,6 fermetrar 5,6 og leikskólakennarinn 5,6 skólastjórnir og 5,8 sögðu fræðslustjórnir. Sveitarfélögin miða við 3,5 en þegar þú ferð og mælir þetta þá eru veggir inn í þessu. Það voru veggir inn í þessu. Það eru hurðasvæði sem þú getur ekki sett barn og bara einhver opnar á hurðina. Það eru innréttingar þarna. Þannig að niðurstaðan er svo að hvert barn hefur 2,4 fermetra í leikrými inn á deildinu og þá spurði ég líka kennarana hvað telur að börnin séu lengi dags inni á deildinni að svona 70-80% af tímanum. Þessi 2,4 fermetra sem barnið hefur inni því húsbúnaður, lausborð og stólar og fullorðið fólk. Ef að við segjum bara hvað eru margir fermetrar á einstakling, þá er það 1,9. En við erum með vinnulöggjöf sem að vendar fullorðið fólki vinnu og vinnueftirlitið fer inn á vinnustæði og þar eru bara mjög skýrar reglur. Þú ert að hafa 12 rúmmetra í loftrými og með svona venjulega lofthæð, það má ekki mæla upp fyrir 5 metra og mátt ekki vera í 12 metra háum eins fermetra turni, að þá er þetta 4,8 fermetrar. Ef við tökum þessa fermetra frá sem að starfsfólkið á, af því að það er mjög líka skýrt að það má ekki vera inn í því, tæki eða tól eða neitt. Það er ekkert eftir alltaf börnunum? Jú, það eru eftir 1,37 fermetrar. Og þú veist, Lóan kom hér 2015 og það voraði sent. Hún hafði lítið pláss, var niður á láglendi og hún var alveg brjálið. Það var fullt af fréttum það. Þessi friðsæli fugl var aggressífur. Og þannig er það í leikskólanum? Þannig er það í leikskólanum. Við höfum ekki tímt að byggja og svo tróðið alltaf mörgum börnum þarna inn. Ég fór í skóla út í Reggio Emilia Ítalíu í voru, fekk að mæla hann. Það voru 68 börn þar og þegar ég var að kveðja kennarana og sagði þeim það að ef þessi skóli var á Íslandi þá varum við með 150 börn. Hvað svo þeir? Þeir fóru að hlæja af því að þeir héldu ég var bara, hann svo fyndinn hann Hörður en svo bráðum þetta þegar þeir föttu að mér var alvara og þetta er þetta er stórmál og það sem að kennarar hafa kallað á er meiri mönnun, þannig að við erum með meira mannaða leikskóla heldur en annars staðar. Það eru þetta sölu pitsið fyrir sveitarfélögin. Ef við aukum rýmið þá þarf ekki allt þetta starfsfólk. Herru, við höldum áfram að ræða þetta. Við datt í hugast að tala hvað verið lítið pláss að það sagði mér einhvern veginn að maður hafi komið á Löngumýri þegar Björn í Löngumýri var ungur
og þetta var í mjaltatímanum. Man opnaði útidyrahurðina, þá héngu börnin 4 eða 5 á snögum á axlaböndunum. Á meðan að hjónin voru úti að mjólka, þá þurfti að passa börnin, þá hengdu þau upp. Það verðum alveg á mörkunum að fara yfir það, hengja börnin bara upp að slæga. Alveg í þessum raunveruleika, en sko í gegnum tíðina að vera að koma upp sko stúlkunar á Kleppjárnsreykjum, Vöggustofu Thorvaldsins félagsins, Breiðavík, Kópavogshælið, Hjalteyri, Arnarholt og Heyrnleysingjaskólinn, alls konar svona skandalar sem eru rétt fyrir aftan okkur í tíma og ráðamenn segja alltaf, við þurfum að læra af þessu. Hvað ætlum að læra af þessu? Við þurfum að læra af þessu það að við þurfum að sko gera betur í nútíðinni. Ég hræddur núna sko þegar ég komin eftir laun, þá verið talað hvað voru eiginlega að gera með leikskólana þarna 2020? Við þurfum að gera það eins vel og við mögulega getum. Við ætlum að halda áfram að ræða þetta við Rauðaborðið, en núna hér rétt og eftir að þá tölum við mótorhjólamenn.